Góðan daginn, ég heiti Pála Margrét og aðjúnkt við menntavísindasvið. Ég ætla að segja ykkur frá meistararannsókninni minni á upplifun íslenskra feðra af hamingju. Það voru þær Ingibjörg Kaldalóns og Hrund Þórarins Ingudóttir sem leiðbeindi mér í verkefninu. Hugmyndin að verkefninu spratt út frá skorti á rannsóknum á 3 sviðum. Í fyrsta lagi þá sýna rannsóknir á hamingju foreldra ólíkar og mótsagnakenndar niðurstöður. Í öðru lagi lítið sem ekkert eiginlega rannsóknir á hamingju sem að myndi þó kafa djúpt í það hvernig foreldrar upplifa hamingju. Í þriðja lagi þá móðurhlutverkið mun ofta rannsakað en föðurhlutverkið. Í minni rannsókn þá leitaðist ég því við það að varpa skýrara ljósi á það hvernig feður upplifa hamingju með eiginlegum gögnum. Rannsóknin fyrirbarafræðileg viðtalsrannsókn þar sem sjónum var beint að því hvernig feður upplifa hamingju. Ég ræddi við 9 íslenska feður sem áttu 2-3 börn undir 13 ára aldri. Feðurnir áttu það sameiginlegt að hafa 10 ára reynslu af föðurhlutverkinu. Þeir bjuggu allir með barnsmóður sinni og þeir lifðu við fjárhagslegt öryggi. Þetta því hópur feðra sem líklegur til að upplifa hamingju, en nýlega rannsóknir sýna að feður upplifa meiri hamingju í tengslum við foreldrahlutverkið en mæður, auk þessum þættir eins og fjárhagslegt öryggi og það að vera í sambúð stuðla að hamingju. Þegar feðurnir voru spurður út í það hvað hamingja væri, voru skilgreiningar þeirra margvíslegar og endurspegluðu ólíkar birtingamyndir hamingju. Þeir töluðu að hamingja væri vellíðan, að líða vel, það að upplifa jákvæða tilfinningar eins og gleði, tilhlökkun, ánægju og áhyggjuleysi, það að upplifa sátt, að koma heim og finnast þú ekki þurfa að breyta neinu og það að hafa náð þeim markmiðum sem þú hefur sett þér og loks að upplifa sjálfræði, það að hafa stjórn á eigin tíma og aðstæðum. Auk þess var greinilegt hve miklu fjölskyldan og samskiptið fólk skipti feðurnar þegar kom að hamingju. Þeir sögðu hamingju vera að vera í góðum tengslum við sjálfa sig og fólkið í kringu sig, að upplifa að maður sé elskaður, það að öllum í fjölskyldunni líði vel og það að sjá að börnin að verða gott fólk. Áhrif barna á hamingju feðranna var greinileg. Feðurnir sögðu allir að líf þeirra væri talsvert skemmtilegra eftir að þeir eignuðust börn og það var ljóst að börnin voru uppspretta gleði og hamingju fyrir feðurna. Þeir sögðu börnin krydda tilveruna, gefa lífinu lit og það eitt að verja tíma með börnunum veitti þeim hamingju. Það kom mér á óvart hversu sterk orð feðurnir notuðu þegar ég spurði þá hvort upplifun þeirra hamingju hefði breyst við það að börnin kæmu í heiminn. Miðað við orð feðranna virtust þeir því upplifa ólíka tegund af hamingju eftir að þeir eignuðust börn. Þessi faðir sagði: Ég myndi ekki geta borið þessi 2 hamingjustig saman, en eftir að hann eignaðist börn þá upplifði hann meira fullnægjandi hamingju eða fullskapaðri og mótaðri hamingju heldur en það sem hann hélt að hamingja væri áður. Meðan við þetta undirstrikaða þá virðist því sýn hans á það hvað hamingja var hafa breyst eftir að hann eignaðist börn. Annar faðir sagði þetta. Hann sagði: Ég held ég hafi bara ekki vita hvað hamingja var áður en börnin fæddust. En áður en börnin fæddust hafa hann upplifað það sem hann segir núna að vera yfirborðskennda hamingju, að kaupa sér nýjan síma eða fara á djammið og því væri ekki hægt að bera þetta saman. Feðurnir virtust í upplifa djúpstæðari hamingju eftir að þeir eignuðust börn sem ég tel vera vegna þess aukna lífstilgangs sem þeir upplifu eftir að börnin fæddust. Það var greinilegt á frásögnum feðranna að þeir upplifu aukinn lífstilgang eftir að þeir eignuðust börn. Þar sem þeir skiptu öllu máli í lífi barna sinna og börnin skiptu öllu máli í þeirra lífi. Þar með varð líf þeirra, ákvarðanir og athafnir svo miklu mikilvægari en áður en börnin kom í heiminn. Þeir sögðu að börnin ættu að vera og væru númer 1, 2 og 3. Að þeir hefðu annan tilgang, einhvern æðri tilgang því nú snerist allt barnið. Einn faðir sagði það furðulega breytingu hvað væri gott að koma heim og hafa einhvern til að hugsa
og annar faðir sagði að hann elskaði lífið meira eftir að hann eignaðist börn. Það því ljóst að það að eignast barn einkenndist af nýjum tilgangi fyrir feðurnar sem mótaði upplifun þeirra af hamingju. Hér því ólíkar birtingamyndir af hamingju að ræða. Áður fyrr virtist því hamingjan hafa byggst af mestu af ánægju og frelsi. En einn faðir sagði að áður en hann eignaðist börn hafi hann verið ungur og óábyrgur og hafi því mikið verið að ferðast og leika sér, drekka og djamma. Aðrir feður sögðu að áður en þeir eignuðust börn hafi það aukið hamingju þeirra að vinna persónuleg sigra eða kaupa sér nýjan bíl. Þetta það sem faðirinn á glærunum undan kallaði yfirborðskennda hamingju. Eftir að börnin fæddust fóru hversdagslegri hlutir að skipta máli fyrir hamingju feðranna. Eins og það að barnið myndi læra að pissa í klósettið. Einfaldlega það að upplifa lífið með börnunum stuðlaði að hamingju þeirra. En þessi faðir sagði, maður elskar börnin sín út í hið óendanlega. Þau veit að manni svo mikla hamingju, þó þau séu stundum erfið. Og það einmitt það sem við ætlum að ræða næst. Því þó feðurnir hafi upplifað ólíka tegund af hamingju eftir að þeir eignuðust börn, þýðir það ekki að líf þeirra hafi verið dans á rósum. Á sama tíma og feðurnir sögðu lífið vera mun skemmtilegra eftir að þeir eignuðust börn, sögðu allir feðurnir að lífið var líka töluvert erfiðara eftir að börnin fæddust. Það að sinna föðurhlutverkinu gerði líf feðranna flóknara og meira krefjandi. Þar sem þeir þurftu að sinna börnunum ásamt vinnu og einkalífi. Með foreldrahlutverkinu fylgdi svefnleysi og þreyta, aukið álag á parasambandið, aukið fjárhagslegt álag og krefjandi aðstæður í umönnun og uppeldi barna. Eins og sést á þessari tilvitnun nefndi faðirinn ýmsa þætti sem gerðu líf hans meira krefjandi. Hann þurfti að eiga stærra hús. Hann sagði að ef hann væri ekki með börn þá hefði hann meira á milli handana. Fjárhagslega álagið var meira. Hann þurfti að sinna heimilisverkum í auknum mæli og hann þurfti að vinna meira. Hann telur því upp marga þætti sem að gera líf hans án efa meira krefjandi. En sagði síðan, en það ekkert sem hefur áhrif á hamingjuna. Þetta kom aftur og aftur fram í viðtölunum sem ég tók við feðurna. Sama hversu marga krefjandi þætti feðurnir töluðu í tengslum við það að eignast börn, þá kom alltaf þessi setning á eftir, en það skiptir engu máli. Því virðast börnin skipta miklu meira máli en þessi krefjandi þættir sem fylgja barneignunum. Aðrir feður töluðu að nú hefði fleira áhrif á hamingjuna en áður. Einn faðir sagði að nú væru 2 fleiri einstaklingar og því var jójóðið meira. Það voru því meiri líkur á að eitthvað myndi auka hamingjuna og sömuleiðis meiri líkur á að eitthvað myndi draga úr hamingjunni. Í þessu krefjandi lífi þurftu feðurnir að forgangsraða upp á nýtt og gera það sem þeim fannst máli skipta. Þessi faðir sagði, maður betri í því að stýra sér í sínu lífi, því núna þarftu að forgangsraða og þá þarftu að vita hvað þú vilt forgangsraða tímanum í. Það að lifa meðvitaðra lífi á þennan hátt, það að velja hvað þú vilt nota tímaðin í, gæti stuðlað aukinni hamingju feðranna. Meginniðurstöðurnar eru því þessar. Á heildina litið töldu feðurnir lífið með börnunum mun betra en lífið án þeirra. Eins og ég hef sagt voru börnin uppspretta, gleði og hamingju fyrir feðurna. Og það hversu krefjandi feðrunum fannst daglega lífið með börnunum skipti það engu í stóra samhenginu. Það að eignast börn var því talið þess virði, sama hversu krefjandi lífið með þeim gæti orðið. Og þá má vera á svo aukni lífstilgangur sem feður upplifðu skipti þar mestu. Það að upplifa hversu miklu þeir skiptu í lífi barna sinna gerði lífið þeirra mun mikilvægara en það var
áður en börnin kom í heiminn. Það að fá að ala upp börn sín og sjá þau þroskast og dafna var sögð einstök upplifun sem þeir myndi ekki vilja skipta út fyrir neitt annað. Og mér langar að enda þetta erindi á tilvitnun sem mér finnst lýsa því hversu mögnuð upplifun föðurhlutverkið er. Þessi faðir sagði: það sem var mín mesta gleði áður var að standa einhvers staðar í óbyggðum, að draga að mér eitthvað skemmtilegt loft og vera bara einn. Það veitti manni mikla hamingju og unað að koma einhverja nýja staði og að upplifa eitthvað nýtt. En núna upplifir maður eitthvað nýtt á hverjum degi. Það sem ég dreg fram úr þessari tilvitnun er að áður en hann eignaðist börn var hann sífellt að búa til upplifanir sem stuðlaði hamingju, eins og að fara upp í óbyggðir, að ferðast og upplifa nýja hluti. En núna virðist þessar upplifanir sem stuðlaði hamingju koma nokkurn veginn sjálfkrafa með því einu að lifa lífinu með börnunum. Takk fyrir mig.